Kafli 6. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis, annars eigið engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu skaltu ekki láta þeyta lúður fyrir þér eins og hræsnarar gjöra í samkunduhúsunum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri höndin ekki hvað svo hægri gjörir. Svo að ölmusa þín sé í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Og þegar þér biðjist fyrir þá verið ekki eins og hræsnararnir, þeir vilja helst standa og biðjast fyrir samkundum og gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbyggið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leinum. Faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir skuldu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verið bænherðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þið þurfið áður en þér biðjið hann. En þannig skulu þér biðja. Faðir vor þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum voru skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þegar þér fastið, þá verið ekki dabrir í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dyljist að þeir fasta. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú fastar, þá smyr höfuð þitt og þvo andlit þitt, svo að menn verð ekki varið við að þú fastar, heldur faðir þinn sem er í leinum. Og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Safnið er ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið er heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun né rið og þjófar brjótast ekki inn og stela, því hvar sem fjársjóðin er, þar mun á hjarta þitt vera. Augað er lampi líkamanns. Sé augað þitt heilt, mun allur líkami þinn bjartur, en sé augað þitt spillt, verður allur líkami þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér er myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Enginn getur þjónað tveimur herrum, annarkvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammon. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkamiðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin? Lítið til fuglaheiminsins, hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Er yðar ekki miklu fremri þeim, og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví er þér áhyggjufullur klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlitlir. Segið því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þið þarfnast alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, að þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Kafli 7. Dæmið ekki svo að þér verði ekki dæmdir, því að með þeim dómi sem þér dæmið munu þér dæmdir og með þeim mæli sem þér mælið munu yður mælt verða. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn, láttu mig draga flísina úr auga þér? Og þó er bjálki í auga sjálfstíns. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Gefið ekki hundum það sem heilagt er
og kastið eigi perlumiða fyrir svín. Þau munu tróða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upploki verða. Því að hver sá öðlast sem finnur, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upploki verða. Eða hver sá maður meðal yðar sem gefur syni sínum stein, hann biður brauð, eða höggorm þegar hann biður fisk? Fyrst þér sem eruð vondir hafið vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Allt sem þér vitið að aðrir menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta lögmálið og spámennirnir. Gangið þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Varist falsspámenn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað, og af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, Herra, Herra, höfum vér ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hygnum manni, byggði hús sitt á bjargi. Nú skall á steypi regn, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, en það féll eigi, því það var grundvallað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá líkur heimskum manni, byggði hús sitt á sandi. Steypiregn skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi. Það féll og fall þess var mikið. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, undraðist mannfjöldin mjög kenningu hans, því hann kenndi þeim eins og sá vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. Kafli 8. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði, Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snart hann og mælti, Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþráni. Jesús sagði við hann, Gæt þess að segja þetta engum, en far þú, sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð, þeim til vitnisburðar. Þegar hann kom til Kapernaum, gekk til hans hundraðshöfðingi og bað hann, Herra, sveinn minn liggur heima lami mjög þungt haldinn. Jesús sagði, Ég kem og lækna hann. Þá sagði hundraðshöfðinginn, Herra, ég ekki þess verður að þú gangir inn undir þak mitt, mæl þú aðeins eitt orð og mun sveinn minn heill verða, því að sjálfur ég maður sem verða að lúta valdi og ræð yfir hermönnum. Og ég segi við einn, far þú, og hann fer, og við annan, kom þú, og hann kemur, og við þjón minn, gjör þetta, og hann gjöri það. Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þá sem fylgdu honum. Sannlega segi ég yður, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael, en ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Og þá sagði Jesús við hundraðshöfðingjann, Far þú, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Jesús kom í hús Péturs og sá að tengdamóðir hans lá með sótthita. Hann snart höndinar og sótthitinn fór úr henni. Hún reis á fætur og gekk honum fyrir beina. Þegar kvöld var komið færðu menn til hans marga haldnir voru illum öndum. Illu andana rak hann út með orði einu og alla þá sjúkir voru læknaðan.
Það átti að rætast sem sagt fyrir munn Jesaja spámanns. Hann tók á sig meinvor og bar sjúkdóma vora. En þegar Jesús sá mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann að fara yfir vatnið. Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði: Meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar heimins hreiður, en mannsonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann: Herra, leyf mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum: Fylg þú mér, en lát hina dauðu jarða sína dauðu. Nú fór hann í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja: Herra, bjarga þú, vér förumst. Hann sagði við þá: Hví þér hræddir, þér trúlitlir? Síðan reis hann upp og hastaði á vindinn og vatnið og varð stilli logn. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þegar hann kom yfir í biðgatarina, komu á móti honum frá gröfunum 2 menn haldnir illum öndum, svo skæðir að enginn mátti þann veg fara. Þeir æpa: Hvað vilt þú okkur, sonur Guðs? Komstu hingað að kvelja okkur fyrir tímann? En langt frá þeim var mikil svínahjörð á beit. Illu andarnir báðu hann og sögðu: Ef þú rekur okkur út, send okkur þá í svínahjörðina. Hann sagði: Farið. Út fóru þeir og í svínin, og öll hjörðin ruddust fram af hamrinum í vatnið og týndist þar. En hirðarnir flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin, líka frá mönnunum sem voru haldnir illum öndum. Og allir borgarmenn fóru út til móts við Jesú, og þegar þeir sáu hann, báðu þeir hann að fara burt úr héruðum þeirra.